Forsetar Úkraínu og Bandaríkjanna sitja á fundi í Mar-a-Lago, setri Donalds Trump í Flórída og ræða nýjustu drög að friðaráætlun. Þeir ætla að ræða við evrópska leiðtoga í síma á fundinum. Úkraínskir flóttamenn í pólskum bæ upplifa meiri andstöðu við sig en áður. Dæmir að flóttamaður hafi verið barinn fyrir að tala úkraínsku. Einn þeirra kennir rússneskum áróðri Eigandi netverslunar með áfengi segir misskilning hafa valdið því að afhendingarstað verslunarinnar var lokað á öðrum í jólum, sem helgidagur. Hann býst við að hafa opið á næsta helgidegi. Brottfluttir Grindvíkingar voru mættir til að kaupa flugelda í bænum þegar björgunarsveitin Þorbjörn hóf sölu þar í fyrsta sinn í 3 ár. Gott kvöld. Donald Trump Bandaríkjaforseti og Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu sitja nú á fundi í Mar-a-Lago, setri Trumps í Flórída. Þeir ræða nýjustu drög að áætlun frið í Úkraínu. Fyrir fundinn sagði Zelensky að framtíð Úkraínu ylti á að Vesturlönd tryggðu öryggi landsins. Á leið sinni til Flórída stoppaði Zelensky í Halifax þar sem hann hitti forsætisráðherra Kanada í gær. We need to stop this war and we need 2 things, pressure on Russia and sufficient strong support for Ukraine. Zelensky segir Rússa hafa sýnt sitt rétta andlit með umfangsmiklum árásum og Kýv í fyrrinótt og telur augljóst að Vladimir Putin, Rússlandsforseti, hafi engan áhuga á friði. Putin sakar úkraínsk stjórnvöld hið sama í myndskeiði sem birt var í gær. Если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем. Zelensky lenti í Miami í Bandaríkjunum nú síðdegis og skömmu síðar greindi Trump frá því á samfélagsmiðlum að hann hefði átt gott og afar árangursríkt símtal við Putin. Ólöf Ragnarsdóttir, þessi fundur hófst núna á 7. tímanum. Hefur eitthvað komið fram? Það hefur ýmislegt komið fram að því að þeir gáðu sér tíma til þess að ræða við fréttamenn fyrir utan Mar-a-Lago og svona tóku þó nokkrar spurningar og Trump sagðist meðal annars ætla að hringja í Putin aftur eftir fundin og hann sagðist líka, hann var sérst spurður af því hvort að hann héldi að Putin væri alvara með því að reyna að ná friðarsamkomulagi og Trump sagðist alveg viss það var svona svolítið Zelensky leið augljóslega ekkert rosalega vel á meðan það var verið að ræða það, hann svona átti pínlítið erfitt með að halda andliti en Trump sagði líka að það væri engin tímamörk á þessu. Zelensky var svona að mæra sendinefnd Bandaríkjanna, það hefði gengið svo vel síðustu daga og vikur að eiga í þessu samstarfi að semja þessi nýju drög. En svo var Zelensky spurður að því beint hvort hann hygðist gefa eftir landsvæði, skulum sjá hverju hann svar. We will speak about 20 points plan. There are in 20 points plan, 90% by the way was done by our 2 teams. I think they made a great job, great work, and yes, we will discuss these points also. President Trump, some are saying that the recent attacks in the past couple of days that Russia's staged against Ukraine shows that President Putin isn't serious about peace. What is your reaction to that? No, he's very serious. I think, I can say that I believe Ukraine has made some very strong attacks also. And I don't say that negatively. I think you probably have to. I don't say that negatively, you understand, but Það mánuður síðan að það var lögð fram áætlun í 28 liðum og þeir eru að byggja sitt samtal í dag í raun og veru það ekki á þeirri áætlun. Er líklegt að þessi fundur beri árangur? Hann gæti alveg orðið til þess að svona færumst skrefi nær því að semjum frið. Trump sagði sjálfur að hann telur að þeir séu hérna að loka metrónum í þessum samningaviðræðum eða reyndar sagðan annarkvort það eða þetta heldur áfram mjög lengi. Svona, þeir frekar ólíkir kostir hann í stöðunni að mati Trumps en það sem svona yfir allt umkring það landsvæðið. Eru Úkraínumenn tilbúnir að gefa eftir eitthvað að þessu landsvæði sem að Rússar hafa tekið og Zelensky virðist að einhverju leyti tilbúin til þess að gera það ef hann fær þessar margum töluðu öryggis svona
svona tryggingar og sem þýðir að ef að Rússar myndu ákveða bara að hefja stríðið aftur að þá væri Bandaríkin og Vesturlönd búin að skuldbinda sig til þess að grípa á einhvern hátt inn í. Eitthvað að vita hvað þetta verður langur fundur? Nei, við vitum það ekki en fylgjumst áfram með honum. Takk fyrir það og við segjum fréttir af því á vefnum leið og þær berast. Takk fyrir þetta, Ólöf. Og þessu tengt, andstaða við Úkraínumenn hefur aukist í landamærabæ í Póllandi sem áður var fyrsti viðkomustaður flóttamanna þaðan. Úkraínumaður í bænum segir að viðhorfsbreytinguna megi rekja til áróðurs Rússa. Landamærabærin Tsemisl var fyrsti viðkomustaður Úkraínumanna sem flúðu stríðið yfir landamærin fyrst eftir innrás Rússa í Úkraínu. Þar var vel tekið á móti þeim og þeim sem hafa ílenst þar hefur lengstum liðið vel, til dæmis þeir sem eru í þessum sönghóp. En nú finna margir breytingu til hins verra. Dochodzi do dosyć wielu zaczepek na ulicy, wyzwisk wobec w szczególności osób przyjeżdżających z Ukrainy, czy rozmawiających z wyraźnie ukraińskim akcentem. Pod koniec sierpnia syna naszego znajomego pobito dlatego, że jest z Ukrainy i mówił na ulicy po ukraińsku. Annað dæmi þessi jólabjörn sem var fyrst með bláan trefil eftir merki bæjarins. Eftir kvartanir að þetta væri oflíkt ukrainsku fánalitunum, fékk björnin annan trefil. No to są barwy jakie? Ukraińskie, a ja nie przepadam za takimi barwami. Ukraina powinna być bardziej nam wdzięczna za to, co my robimy, bo tu widać cały czas, na każdym miejscu, na każdym kroku widać, ile myśmy im pomogli. I widzę to, że oni nie targają czołgów na Ukrainę, tylko targają samochody, drogie auta za miliony dolarów. Horkov segir engan vafa á ástæðum þessarar viðhorfsbreytingar. Niestety to trafia na podatny grunt w Polsce, a niektórzy politycy, też prorosyjscy, wykorzystują to w Polsce bardzo mocno. Hann vonast þó til góðrar aðsóknar á tónleika ukrainska kórsins þar sem lög frá heimalandinu eru í forgrunni. Dla Polski i Ukrainy wrogiem jest Rosja. Ukraina nie jest wrogim państwem dla Polski i Polska nie jest wrogim krajem dla Ukrainy, natomiast ktoś usiłuje nas przekonać, że jest inaczej. Áfengisnetverslunum var lokað á annan dag jóla vegna misskilnings lögreglu. Þetta segir einn eiganda sem efast að verða sektaður fyrir athæfið. Lögregla lokaði afhendingarstöðum tveggja áfengisnetverslana sem eru Nýja Vínbúðin og Smáríkið á annan dag jóla á þeim forsendum að hann var einn af helgidögum þjóðkirkjunnar. En samkvæmt reglugerðum smásölu og veitingar áfengis eiga útsölustaðir áfengis að vera lokaðir þá daga. Ég tel að verið fyrir einhvern misskilningi á lögreglunni en Nýja Vínbúðin er erlend netverslun og þetta afhendingarstaður en ekki smásala. En akkur heldur lögreglan hafi misskilið lögin? Það góð spurning, ég kann ekki að svara því. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem lögregla hefur afskipta Nýju Vínbúðin á annan dag jóla, en það gerist líka í fyrra að sömu ástæðum, en það var afhendingarstaðnum ekki lokað. Við öðrulega töldum að þetta væri bara einhver misskilningur og volum ekki að hugsa þetta ár. En annar jólum, þetta er einna helgidögum þjóðkirkjunar, smásala á áfengi er bönnuð þann daginn. Ættu þið sem eigendur þessa fyrirtækis ekki að vita þetta? Þetta er auðvitað ekki smásala, þetta er erlend netverslun og við erum afhendingarstaður. En það er komið fram í umfjöllun að ykkur verið gerð sekt, veistu hversu há hún verður? Ég reyndar efast að okkur verið gerð sekt. Það var lokað í okkur á annan í jóla vegna þess að einn af helgidögum þjóðkirkjunar, þannig að annar slíkur væntanlegur nýjastagur ætli að hafa opið þá? Já, við munum bara að sittast niður með lögmönnum okkar eftir helgi og ráðum okkar með það. Finnst það líklegt? Já, mér finnst það mjög líklegt. 3 karlmenn eru látnir í Svíþjóð eftir að óveðrið Jóhannes gekk yfir landið. Karlmaður á 50-aldri varð undir tré rétt utan við Sandvíken norður af Stokkhólmi í gær. Annar maður lést eftir að hafa fest undir tré í bænum Hernösand við austurströnd Svíþjóðar og í morgun lést maður á 60-aldri í Hofros. Lögreglan segir manninn hafa verið að vinna í skóglendi þegar tré féll á hann. En eru þúsundir heimila í Svíþjóð án rafmagns. Jóhannes lét einnig til sín taka í Norður-Noregi og Finnlandi og þar eru skemmdir á byggingum og vegum. Ný skammvistun fyrir fötluð börn hefur verið opnuð á Reyðarfirði. Markmiðið er að gera daglegt líf barnanna eins skemmtilegt og hægt er.
Í lok nóvember var íbúðakjarni fyrir fólk með fötlun opnaður í Skála á Reyðarfirði og samhliða honum skammtímavistun fyrir fötluð börn. Þetta mun raun og veru vera aukin þjónusta og svona vonandi minnka álag á fjölskyldur fatlaðra barna. Þjónustu þörfin mikil eins og þetta úrræði hefur vantað eins og á þess að í langan tíma. Bæjarstjórinn í Fjarðabyggð segir sveitarfélagið afar stolt af að geta loks boðið bætta þjónustu fyrir fullorðna og börn með fötlun. Við vitum það bara í samfélaginu víða að það sé og umræðan undanfarnar vikur og mánuði að það sé þörf á að styðja betur við börn og ekki síst við fötluð börn og fjölskyldur þeirra. Í vistunina koma börn allstaðar að úr Fjarðabyggð og Reyðarfjörður varð fyrir valinu þar sem hann nokkuð miðsvæðis. Kristín hvetur fólk úr öðrum sveitarfélögum til að sækja dvöl. Þetta yfirleitt svona skipulag sem bara tími barnsins, það fara að blómstra þennan tíma og fara eftir áhugamáli og svo náttúrulega ef þetta yfir virkadaga þá yfirleitt skóli eða eitthvað annað sem fléttast inn í. Boðið upp á dvöl allt frá hluta úr degi upp í 15 sólarhringa á mánuði. Kristín segir dvölina mikilvægan lið í að draga úr álagi á fjölskylduna. Það raunur bara svona daglegt líf sem með svona að reynda að gera það á eins skemmtilegan hátt og hægt Flugeldasala Slysavarnafélagsins Landsbjargar hófst í dag víðs vegar land og eru útsölustaðir 100 talsins. Hjá björgunarsveitinni Þorbirni í Grindavík dagurinn stór þar sem sala á flugeldum hefur ekki farið þar fram síðan áramótin 2022. Og Sigrún Þuríður Runólfsdóttir fréttamaður okkar í Grindavík. Sigrún, hvernig hefur traffíkin verið í björgunarmiðstöðinni í dag? Já, þó að það hafi verið þungt yfir og skýjað í höfuðborginni í dag, hefur verið létt yfir hérna í Grindavík og glitt í heiðan himinn. Og það svolítið í takti við andan og traffíkina hér í björgunarmiðstöðinni því að hér hefur verið ansi líflegt í allan dag. Við Bragi Valgeirsson tókum nokkur tali hér rétt í þessu. Þú ert komin hér til að kaupa flugelda í dag? Já, að styrkja björgunarsveitina eins og við gerum á hverju ári. Býrðu hér í Grindavík núna? Nei, við erum búsett í Hafnarfirði. Og var það bara eina máli að koma hingað? Já, það eiginlega eina málið, Komum bara heim og styrkja sitt fólk. Þið eru komin hérna til Grindavíkur til að versla flugelda? Já, en ekki hvað. Búið hér? Herðu nei, við búum ekki hér, því miður. En við erum búin að vera hérna síðustu nætur í húsi. Hvar býr þú? Ég býr í San Diego, í Kaliforníu. Já, ætlar að koma aftur heim? Já, bara leið ég má. Hefur hugað að koma hérna aftur? Já, það er aldrei að vita. Aldrei eins og maður sér. Ætlar þú að sprengja mikið upp áramótin? Já, allavega eitthvað. Þú að reyna það. Og hvaða flugelda líst þér nú best á? Örugglega bara þennan að kassa hérna. Hlakkið þið til áramótana? Já, bara kannski flytja hér næsta ár. Já, við erum kannski búin að flytja hérna næsta ár. Og ertu ekki með einhvern öryggisbúnað þegar þú ert að sprengja? Jú, alltaf með gleru. Og eru þið bara úti að horfa allan tíman? Já, kannski vakna til svona, kannski ekki einu sinni sofa. Ætlar að bara vera vakandi alla nóttina? Ég líka ekki það. Það? Ætlar að vaka alla nóttina? Já, það er best. Já, samheldnin leynir sér ekki í samfélaginu hérna í Grindavík og hjá mér Bogi Adolfsson, formaður Þorbjarnar. Hvernig að vera búin að opna aftur fyrir flugeldasöluna hérna í Grindavík? Það er bara rosalega gaman að vera komið með þetta á stað aftur. Hefur það mikla merkingu fyrir ykkur? Já, þetta er bara gaman að hitta fólki úr samfélaginu og svona og geta selt í flugeld aftur. Og hefur verið mikið mannin hér í dag? Já, það er búið að vera mjög góð trafík og eiginlega bara í allan dag, þannig bara mjög gott. Og hefur salan hér mikið að segja fyrir björgunarsveitina í Grindavík? Já, hún gerir það. Þetta er náttúrulega sala sem að fer öll til okkar, þannig að þetta hjálpar okkur mikið með starfið yfir árið. Þannig að þið vonist til að sjá sem flesta hér næstu dagana? Já, það gerir það og bara líka gaman að sjá sem flesta. Eru Grindvíkingar sprengiglaðir áramótin? Ég sem betur fyrir hafa verið það gegnum tíðina og mjög sprengiglaðir sem betur fyrir. Heldur að verði margir hér í bænum áramót? Já, ég held að verði svona eitthvað svipað og var kannski jólin að tala ykkur 110 heimili
til eða frá. Þannig að þið bíðið spennt eftir fleirum hingað og hérna fer allt vel af stað. Það er vert að taka það fram að björgunarsveitirnar munu selja flugelda frá og með deginum í dag og fram að 13. Það má sprengja upp á þessum dögum en aðeins frá klukkan 10 á morgnana til klukkan 10 á kvöldin að nýársnótt undan skilinni. En við kveðjum héðan frá Grindavík. Takk fyrir það, Sigrún Þuríður. 90 ár í dag frá fæðingu söngkonunnar Eljar Vilhjálms og í því tilefni hélt leikhópurinn Vesturport tónleika í Hörpu til að heiðra minningu hennar. Katrín Halldóra Sigurðardóttir var þar í hlutverki Eljar eins og í sýningunni sem Vesturport stóð fyrir í Borgarleikhúsinu í rúm 2 ár frá 2017 til 19 við fádæma vinsældir og svo aftur í nokkra mánuði í fyrravetur. Það var margt manninn í Eldborgarsal Hörpu í dag. Franska kvikmyndagoðsögnin Brigitte Bardot látin 91 árs að aldri. Hún lék í yfir 50 myndum en hætti að leika snemma á 8. áratugnum og helgaði líf sitt dýravelferð. Bardot fæddist 1934 í París í Frakklandi. Snemma hóf hún fyrirsætustörf og fór eftir það að leika í kvikmyndum. Hún lék í fjölda franskra mynda og miðjan 7. áratuginn fór hún að leika í Hollywoodmyndum. Bardot skaut upp á stjörnuheiminin fyrir leik sinn í kvikmyndinni And God Created Woman 1956 og varð alþjóðlegt kyntákn. Miss Bardot, you've been called the world's sex symbol. Is this the way you want to be known? Is this what you hope the future will bring to you as an actress, or would you like to do something else? I want to be myself. And what is yourself? Look. Hún var einnig söngkona og átti í farsælu samstarfi við franska tónlistamannin og leikaran Serge Gainsbourg. Þau sömdu til dæmis upprunalegu útgáfu lagsins Je t'aime mon bleu. Je t'aime, je t'aime, oh oui je t'aime. En eftir því sem velgengni hennar óx urðu fylgikvillar frægðarinnar meira íþyngjandi. Í viðtali við breska miðilinn The Guardian 1996 sagðist hún aldrei hafa verið undirbúin alveg fyrir stjörnulífið. Hún hætti að leika 39 ára og einbeitti sér að dýravernd. Á seinni árum var hún gagnrýnd fyrir niðrandi ummæli og ítrekað var hún sektuð fyrir hatursorðræðu. Bardot var gift 4 sinnum og átti 1 son. Og það var veðri. Á morgun verður fremur hæg vestlæg átt á landinu en hvessir norðan til annað kvöld. Bjart með köflum norðan og austanlands og einstaka skúrir en annars skýjað mestu dálítil súld eða þokubakkar. Hiti verður á bilinu 0 til 5 stig yfir daginn. En nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Heimsmeistaramótinu í atskák lauk í dag. Vignir Vatnar Stefánsson keppti þar á meðal fremstu skákmanna heims. 2 síðustu leikir 18. umferðar ensku úrvalsdeildar karla fóru fram í dag. Nýliðar Sunderland gátu með sigri náð 5. sæti deildarinnar. Og við lítum við í London og heimsmeistaramótið í pílu. Þar var mikil spenna í dag. Íþróttir hér eftir andartak. Og aðra kveðum ykkur skulum við venju samkvæmt renni yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Forsetar Úkraínu og Bandaríkjanna sitja á fundi í Mar-a-Lago setri Donald Trump í Flórida. Trump segir að annarkvort séu friðarviðræður á lokametrónum eða að stríðið haldi áfram mjög lengi. Úkraínskir flóttamenn í pólskum bæ upplifa meiri andstöðu við sig en áður. Dæmir að flóttamaður hafi verið barinn fyrir að tala úkraínsku. Einn þeirra kennir rússneskum áróðri Eigandi netverslunar með áfengi segir misskilning hafa valdið því að afhendingarstaður verslunarinnar var lokað þá öðrum í jólum sem helgidagur. Hann býst við að hafa opið næsta helgideg. Brottfluttir Grindvíkingar voru mættir til að kaupa flugelda í bænum þegar björgunarsveitin Þorbjörn hóf sölu þar í fyrsta sinn í 3 ár. Þessum fréttatíma lokið og næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Og við minnum á að hægt að senda okkur ábendingar að fréttum á netfangið fréttir@rúv.is. En við kveðjum ykkur í kvöld með myndum sem Kristófer Óli Birkisson tók á dögunum
af smábátahöfninni í Sandgerðisbót á Akureyri þar sem bátarnir voru í jólabúningi í sólarupprásinni. Við þökkum ykkur samfylgdina helgina, hafið það gott og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Landinn, jólalandinn verður að vanda vel útiláttinn og hressilegur.